með ykkur hérna í stúdíu hjá henni Ingu Björns sem listakona nýflutt heim frá Noregi þar sem hún starfaði og var að kenna. Okkur langar að heyra hvað hún að gera í sínum gamla heimabæ, Grundarfirði. Inga, þú snýrð heim hérna fyrir hvað ári síðan eftir langa búsetu í Noregi og þar varstu með bara fyrirtæki sem að gekk út á listsköpun. Já, og hérna ég búin að vera með námskeið, listsköpun í næstu 40 ár. Ég stofnaði 91. Hvað það mörg ár? Ekki láta mig reikna. Nei. Séð út með svolítið sérstöðu, út að mála upp á pítursósu. Jú, sko, maður notar náttúrulega allt sem til er. Já, það sem til og hérna, það sem að ég í mörg ár þá litaði á mér hárið. Svo ég með marga svona, sko, sem ég blanda málingu í. Þetta svo snilldarlegt, sko. Svo maður notar það sem til. Þarna pítursósa, þarna bakki undan einhverjum mat. Þú kemur hérna heim og þá heldur í rauninni bara þessu starfi áfram eins og varst út í Noregi með námskeið og svona þú ferð og setur á stað námskeið hérna heima í Grundarfirði. Já, ég gerði eitt svona pröfunámskeið. Þannig sé ekki, mér finnst ég ekki vera að byrja að vinna hérna. Ég ennþá svona bara á milli, eins og ég með aðstöðu hér á meðan þetta húsnæði á lausu. Ég veit ekki hvað það lengi, það eru plön fyrir þetta húsnæði. Og svo ég með leirinn upp á lofti hjá mái mínum hérna í lengjunni hérna fyrir neðan. Og við hefum unnið semst bæði við leir og teikningu og málun. Já. Og verið með námskeið í því. En eins og staðan núna þá ég eiginlega bara, ég svona á milli. Já, svona fótaði. Já, ég ekki lent. En mikið af þessu í seinustu 5 árin var gegnum netið. Þannig að ég held að það sé í rauninni ekkert svo rosalega mikið mál. En ég þarf bara að fara í gang með það aftur og gera það þá frá íslensku síðu. Já. Svo, varstu með kennslu í gegnum netið? Já. Já, þannig að hver sem getur keypt það námskeið og þú getur kennt það hvar sem Einmitt. Það eina sem ég að vandræðast með í sambandi við það, að þetta sem ég gerði í Noregi, það var náttúrulega allt á norsku. Já. Svo kem ég til Íslands og ef ég ætla að fara að stefna á íslenska markað og fara að tala íslensku, þá það mjög tapmarkaður. Þannig að það spurning hvort að maður að fara að tala ensku. Ég nú frekar léleg finnst mér í því. Svo ég ekki alveg búin að átta mig á hvernig ég ætla að gera þetta. Nei, það dálítil sköpun í fjölskyldunniðinni. Já. Þú ert ekki svo fyrsta sem að sprettur upp bara tilbúin listamaður. Nei. Segðu mér aðeins frá því. Sko, eins og ég líti á það þá þegar voru erfiði tímar hérna í gamla daga, ég veit ekki með karlmennina í fjölskyldunni, ég þekki betur til konurnar, að þær hafa alla verið voðalega duglegar í höndunum eins og að kalla. Og allar þessar konur sem að það voru búið til uppskriftir, þú veist, það var ísaumur, það var prjón, það var hekl, það var, þú veist, allt þetta sem maður voru að gera til nytja fyrir heimilið og jafnvel til þess að skreitt saumur í blússur fyrir fermingar og allavega svona skiluru. Að og þær voru mjög, hvað heitir það, handlagnar, þessar konur og ég alveg viss að ef þær hefðu verið til á öðrum tímum þá hefðu fleiri verið að mála. Já, hefði bara efniviðurinn við til staðar. Efniviðurinn var þessi og það var nýting í þessu. Og þess vegna vill ég meina það að allar þessar handlagnu konur hérna á Íslandi, þetta eru allt saman listakonur. Já, algjörlega. Já, og það sama á hvaða sviði þær velja svo að fara, þú veist. Og sérstaklega ég mjög hrifin af þeim sem skapa sjálf það sem að gera, þú veist. Ég ekki að tala þær sem að bara þurfa að fara eftir uppskriftum, en þær sem að geta búið til uppskrift út frá eigin hugsun, skilurðu. Þá ertu farin að skapa. Já. Það sjálfsögðust, þú skapar þegar þú prjónar eftir uppskrift, en það ekki á sama hátt. Hvenær það sem að þú bara ferð á fullt í þetta? Þú ert að teikna, segir upp dagbækurnar þínar og þetta. Hvenær verður svo næsta skref? Sko, ég eiginlega varð ekki fullorðin fyrir eftir 8 dætur mínar og af því ég kláraði aldrei neitt. En það var ekki fyrir eftir ég átti þær að ég róaðist það mikið niður að ég fór að
gera eitthvað almennilegt út frá þessu. Áður þá var ég svona hér og þar og alls staðar út allt. Hvað þú hefur málað alls konar. Maður sér að þér eru greinilega, þú ert með vítt svona svið. Já. Það er fólk, það er flóran, það eru steinar, það eru svona, má ég segja, fígúrur, þú veist, og dýr og eitthvað. Þetta er kallað illustration. Ég veit ekki hvað það heitir á íslensku. Það er meiri svona eins og ég gerði þegar ég var lítil. Þú veist, ég er að segja sögu með teikningum. Og þá er það ekki sjálf teikningin sem skiptir máli, heldur sagan. Og það er það sem ég notaði að skreyta bækur til dæmis, myndasögur, þú veist. Þá er þetta mjög oft svolítið einfaldara. Ég hef bara haldið í það vegna sem ég finnst það skemmtilegt. Þar má allt. Já. Annað auga þarf við, augun þurfa ekki að vera jafn stór, þú veist, til dæmis. Og hundur getur verið blár. Hérna í Grundarfirði, þá ertu með, hefurðu verið með hóp? Já, ég stofnaði, sko, ég var með eitt svona tilraunanámskeið og út frá því þá stofnaði ég sem sagt myndlistahóp. Við köllum þetta Litagleðin. Litagleði, já. Litagleðin í Grundarfirði og hingað til höfum við verið hér í þessu húsnæði og verðum hér þangað til að það er ekki til boða lengur. Við komum saman sirka hálfsmánaðarlega, við erum ekki með neitt fast. Nei. En sirka hálfsmánaðarlega og finnst ofboðslega gaman að fá að kynnast nýju fólki sem hefur áhuga á því sama og vill gera það sama, brennur fyrir þessu. Við getum verið 2 tíma, 4 tíma, 6 tíma og það er aldrei nóg. Og það er gaman. Þá er maður í réttum hóp.